Það er orðið Steinn svakalegu leikur sem að þeir virtust vera með í höndunum svona fyrstu mínúturnar og lengst af en svakaleg barátta í seinni hálfleik. Já, þetta var náttúrulega bara hörkuleikur, bara náttúrulega úrslitaleikur hérna, fyrsti leikur hérna í semi og IBA fyrir ríkilega erfiðir, sérstaklega varnarlega og við vorum reynda voru svona að leysa það ágætlega en varnarleikur okkar er bara gjörsamlega út á tún í dag. Það er ástæðan fyrir við náum aldrei að slíta frá okkur einhvern veginn, við komumst alltaf 2-3 yfir og svo látið henda okkur út af eða eitthvað og þeir aftur inn leikinn. Það er svona allan takt í þetta hjá okkur. Það er mjög mikið inni. Svona hafið frumkvæðið eins og segir og erfitt að slíta þetta lið frá sér en svona svakaleg barátta líka í gestunum. Já, þeir eru mjög klókir og þeir eru alltaf trúir sínu skipulagi og alveg saman hvort að þeir eru 1-2-3 undir þá halda þeir sig alltaf við sína taktík og eins og ég segja, þá finnst mér að við bara vera klaufar oft þegar við erum konum 2-3 yfir, látum henda okkur út af nánast í öll skipti sem við erum komið 3 marka fólk og þeir svara með 2-3-0 í baki þannig að það var erfitt í dag, mjög erfitt. Fara svolítið mannskapið þegar ég lendi svo 2 mörgum undir allt í hennu? Já, náttúrulega, mann lifir ekkert vel undir sér en í þenni stöðu þá verður bara að halda ró, bara að gera nákvæmlega sama og IBF gera mót okkur, bara að halda að spila skipulagið og þá vonandi þetta. Það er ekki leikli mínúti eftir eitthvað, hvað voru menn að ræða saman þar? Ég er bara hreinlega manna það ekki núna, það hefur bara verið eitthvað að vera innbrá vörðina, ég bara manna það ekki. Það er gríðarlega sterkt að byrja allavega á fyrsta stíginu á heimavelli. Já, það er rosalega sterkt að klára fyrsta leikinn heima og bara mjög mikilvægt. Nú erum við að fara til Vestmannaeyja, til Makedóníu eða hvað við kalla það og það verður hrikalega erfiður leikur og það er rosalega sterkt að vera allavega eitthvað lifir áður en að fjórðangi.